too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Baráttuglöðu hlustendur, þetta hlaðvarpið Tveir á toppnum, þáttur hashtag 146, tekin upp síðasta apríl 2026, hann á morgun 1. maí, frídagur kommunista og við getum rætt kannski meira það á eftir, en Oddur risin upp úr pest og komin í einhvern ægilegan blaðamannaleik og ég komin í ægilegan blaðamannaleik þáttinn á símaviðtal. Já, í dag birtist listi yfir bestu kvikmyndir 2001. aldarinnar að mati Íslendinga, tveir háskólaprófessorar íslenskir sem leituðu álits 149 íslenskra álitskjafa. Við ætlum að hringja slá þráðinn til annars þeirra og hann heiti Björn Þór Vilhjálmsson, dósent í kvikmyndafræði við HÍ. Við ætlum að reyna að hringja núna, við höfum náttúrulega ekki oft gert þetta, en aðtöfum hvernig þetta gengur. Við hljótum að lifa þetta af. Þetta hlýtum nást. Sæll og blessaður, Björn. Blessaður, Róður. Blessaður, heyrðu, takk kærlega fyrir að taka símann. Bara það nú vitið, við erum í hlaðvarpinu núna, þetta sem Tveir á toppnum hjá mér Tóti, kollegi minn og hlaðvarpstjórnandi. Þið kannski þekkist. Eða hvað, ég veit ekki neitt. Blessaður. Sælir. Ég veit af þér, ég veit alveg hver þú ert. Já, ég held að þú lesi yfir einhverja ritgerðir frá mér þegar þú varst aðstofa Guðna einhvern tímann á síðustu öld, sko. Heyrðu, Björn, við rétt svo náum aður, þú ert í Prag og við ætlum nú ekki að halda þér lengi. En þú ert dósent í kvikmyndafræði HÍ. Þessi listi sem var að birtast allan í dag, allan á Vísi, þetta eru 25 kvikmyndir sem íslensku bíóáhugamönnum þóttu besta. Hvernig kom þetta til? Bestar á 25 fyrstu árum, sem sagt, þessar aldar. 25 myndir fyrir fyrstu 25 árin, já. Og við vorum alveg sérstaklega strangir með að byrja þetta 2001, sko. Það var smá. Þið kunnið að telja. Já, við fylgdum sína það. En þetta náttúrulega bara, sko, helgast kannski að hluta til að því að Bjarni og ég, við erum báðir fyrir utan að vera náttúrulega alveg bara forfallnir, sko, kvikmyndanördar, sko, og áhugamenn, þá eru við líka svona, þá finnst okkur gaman að velta fyrir okkur, sko, myndum, setja upp lista og gera upp ár og einhver tímabil, sko, við eigum þetta sameiginlegt og þetta var einhvern veginn svona leið til að fá alveg svona bara stórkostlega svona útrás fyrir þessa svona listagerðar neyð, sko, með því að tala við bara á annað 100 manns og fá bara frá þeim, sko, einmitt topp 10 list og vinna síðan úr því, sko, þannig að þarna, sko, fyrir utan að ná þarna inn einmitt svona, sko, bara til þess að sko, geta búið til lista yfir 25 myndir, þá þarf maður að tala við all marga svo að útkoman verði svona pínu marktæk, sko. En við vildum í rauninni ganga eins langt og við bara gætum, sko, tala við eins marga og við mögulega gætum. Sko, líka þannig að niðurstöðurnar væru, það mætti aðeins greina þær og svona lesa í þær og túlka, sko, jafnvel umfram, sko, myndirnar, sko, hvaða myndir lentu í þessum eftir 25 sæti. Já, þetta hefur tekið heil langan tíma vantilega. Við byrjuðum í janúar og byrjum þetta í lok apríl, þannig að þetta var alveg, já, þetta var, en við, já, þetta tók smá. Heyrðu, og hvernig bara, þú veist, ertu ánægð með listan? Hérna í fyrsta seti bara fyrir hlustunum sem hafa ekki séð listan. Efsta myndin Mulholland Drive eftir David Lynch og síðan það Parasite í öðru seti, Spirited Away í þriðja seti, There Will Be Blood í fjórða og svo Lord of the Rings Fellowship of the Ring í fimmta seti. Hvernig, varstu ánægð með hennar lista? Sko, já, sko,
mér þótt hann forvitnilegur sko, og ég ánægður með margt á honum sko. Þetta náttúrulega sko, það sem sést líka því að við erum núna sko, það búið að birta alveg svona aðra svona risa grein sko, þar sem einkalistarnir eru allir sko, og það bara sko, það mjög forvitnileg lesning af því að þá sér maður hversu sko svona bara fjölbreytilegt sko einhvern veginn fjölbreytileg sýn þessir álitsgjafar sko hversu fjölbreytileg sýn þeirra á kvikmyndamenningu síðast aldarfjórðungs í raun Já, hvað var eitthvað svona helst sem að koma á óvart þar sem að þú manst eftir? Sko ég til dæmis dálítið svona hrollvekju aðdáandi sko Einmitt. Og þótti gaman að sjá sko hversu sko vel til dæmis einn af mínum svona eftirlætis hrollvekjum gekk sko, það þarna Martyrs franska öfga hrollvekjan frá 2008 minni mig sko leiðis sko bara að þarna svona leikstjórar eins og Ari Aster og Robert Eggers voru að koma oft fyrir sko við sögu og einn alveg svona stórkostlegu smekkkongur skilaði lista bara með 10 hrollvekjum sem náttúrulega ég kunni mjög vel að meta. Já, það eitthvað toppmaður. Toppmaður. Já. En svona, jú, ég sko, það eru hlutir sem sko komið mér kannski ekki bylins á óvart, eins og þetta með Mulholland Drive sko, sem einhvern veginn þarna við bara dálítið að fylgja tróðin slóð, sko, það svona eiginlega búið að útnefna hana bara sem einhvern veginn myndaldarinnar hingað til, sko, hún búin að og hún svona trónir á þessum toppi á svo mörgum svona listum, sko. Líka að Parasite eða Afætur eins og við köllum hana eftir Bong Joon-ho síðan í öðru sæti, sko, það líka kemur ekki kannski á óvart, sko, í ljósi þess bara hvernig sigurganga myndarinnar var. Einmitt. Og það kannski ekki, sko, spurningin, sko, bara hvað kemur manni kannski á óvart líka á svona lista, sko, og ég upp á einhverju marki þá náttúrulega kannski þekki maður allar myndirnar, sko, það ekki svona kannski eitthvað svona sem beinlínis svona stingur í augun eða svona kemur kannski mjög mikið á óvart, sko, það þarna 2 Hringadróttins myndir, sko, sem ég finnst pínu svona, það kannski komið aldrei á óvart, sko, þessu bara sterkt og bara heitt ástarsamband íslenskir kvikmyndaáhugamenn eiga við þessa seríu, sko. Já, það var fyrsta og þriðja, einmitt, fyrsta og þriðja myndin sem komast það. Og var bara næstum því komin inn líka, sko, þannig að, en það bara ein heimildarmynd til dæmis á top 25 listanum, sko, það bara ein mynd eftir kvenleikstjóra, sko, þannig að, og náttúrulega bandarísku myndirnar eru dálítið áberandi. Já. Það alveg rúmur helmingur, sko, þannig að þarna, en, sko, mér finnst þetta að vera svona mjög svona solid listi, sko, og að mörguleiti, sko, svona fjölbreytilegur, sko, við erum með norskar myndir, danskar myndir frá Asíu, við erum með myndir frá svona Suður-Ameríku, svona, já. Þannig að þetta smekk fólk. Og var eitthvað mynd sem að komst næstum þín á listan, sem þú maður stætti, sem að þú saknaði mjög? Sko, sko, á tímabili þá hélt ég hefði, sem sagt, sko, unnið alveg stór sigur bara svona hvað minn persónulega kvikmyndasmekk varðar þegar ég var búin að rekna þarna fyrst út og hélt að 2 myndir eftir Lars von Trier væru að fara inn, sko. En þá reyndist ég hafa talið og það var bara einn, það var Dogville, en þarna á tímabili sýndist mér Melancholia ætla að komast inn líka, sko, hún endaði samt í 27. sæti, en það hefði glatt mig ósegjanlega ef hún hefði farið inn, hún var í 3. sæti á mínum prívatlista og Dogville var í 1. sæti á mínum prívatlista. Já, okay. Og Tarantino var, sko, Tarantino náttúrulega sko, hann var kannski
sterkar en ég haldið, sko, ekki nómið hann var með náttúrulega Once Upon a Time in Hollywood, sko, inn á listanum, heldur var, sko, þarna, þá var þarna Kill Bill í 30. sæti og Inglourious Basterds var í 27. sæti, þannig að hann var með 3 myndir þarna svona bara á top 30, sko. Wow, ok. Og hvað svo bara með framhaldi? Hvað getið þið gert eitthvað við þessar upplýsingar núna sem þið hafið eða hvernig nýtið þetta? Sko, náttúrulega það sem var allir skemmtilegt, sko, var að það alveg svona heilmikil greinagerð sem fylgir listanum á Hugrás og svo komu, eins og ég segi, sko, enga listarnir, sko, þetta eru 150 top 10 listar, þannig að það alveg heilmikið, sko, bara merktir einstaklingum og svona, en það sem væri líka gaman að gera að sko, byrta þarna, sko, kannski bara top 100 eða eitthvað þannig, sko, bara aðeins að víka þetta út og sína hvernig þetta svona var, hvernig þetta lenti svona í stærri samhengi. Nákvæmlega, og kannski taka punktmælingar svona inn í framtíðina, sjá hvernig áhugin Hvernig fannst ykkur listin, strákar? Hvað kom ykkur svona, hvernig horfðan við ykkur? Sko, mér leist mjög vel á hann, sko. Glæddi mér nú sérstaklega að sjá hann í 7. sæti í Turner Sunshine of the Spotless Mind, sko. Mér fannst hún nú ekki farin mjög hátt þegar hún kom og ég held hún var öllum gleymd, en það greinilega ekki. Nei, og einmitt eins og segir, sko, alveg býsna góð breytt í þessu miðað við að úrtækið þó allt Íslendingar, sko. Þá þetta sannfærandi listi, myndi ég segja. Annars brá mér mest bara við að áttam á því að það væri 25 ár liðin af þessari öld, sko, og þetta var allt náttúrulega runnið saman í haustum á mér, sko. Ég var ekkert búin að flokka allar þessar myndir inn í þessa öldendileginu, en einmitt. Algjörlega, ég ekki einu svona múin að sjá, og það kannski kemur ekki mörgum á óvart, sérstaklega ekki hlustendum tveggja tónum, en ég ekki búin að sjá nánda því nærri alla myndinar, sko. Þannig ég mjög spenntur að setja þess niður bara og skoða þetta, sko. Já, það er það, sko, og bara, þú veist, þarna í, sko, enga listunum, sko, hinni greininni, þá ertu líka að sjá, sko, bara top 10 lista frá, þú veist, Sjón og Katrínu Jakobsdóttur og alls konar svona forvitnilegu fólki, sko, fólki úr kvikmyndabransanum og bara víða að, sko, það er líka mjög skemmtilegt að sjá, skoða þessa lista, sko, þegar maður að velta fyrir sér, eða ef maður í leit að svona, kannski hugmyndum og forvitnilegu myndum sem maður kannski vissi ekki af, sko, en ef þú sér það Sjón situr einhverja mynd í 3. sæti, sko, þá kannski hefur áhuga á að sjá hana. Nákvæmlega. Algjörlega. Þetta er algjörlega frábært, Björn, og bara takk hérlega fyrir að gefa tíma til þess að spjalla við ykkur. Það er bara eitt nefnitt að þú hafði eitthvað sambandi hvora með og Tóta. Við vorum svolítið leiður í því. Var þetta faglegt val? Ég minnist á Sjón og Katrínu Jakobsdóttir, þú veist. Var þetta faglegt val, Björn? Algjör klúður að minni hálfu. Strákar, ég bara við ykkur afsökunar. Þetta náttúrulega bara jaðrar við að ógilda þessar rannsóknir. Nei, þetta Við verum til taxi á eftir 25 ára. Já, við verum til taxi næstu, sko. Það er alveg á hreinu. Björn Þór Vilhjálmsson, við ætlum ekki að halda lengur, dósent í kvikmyndafræði HÍ. Þetta er skemmtilegur listi, hann er inn á Vísi og Hugrás. Við setjum þetta inn í Facebook-hópin okkar Toffólk. Björn, bara bestu kveður. Takk kærlega fyrir að gefa tíma í spjallið. Bestu kveður. Ok, takk sem leiðis. Bye. Vá, hvað við erum formlegið maður. Við erum geggjar. Pældi í þessu. Byrja þáttum bara viðtali. Er þetta sögulegt? Þú ert helviti góður í svona live spontant viðtalum. Fannst það ekki það? Jú. Bara áfram gag, sko. Var ekki gott hjá mér. Ég var sko að hugsa allan tíman á meðan Björn var að tala. Þetta er mjög áhugavert og ég hvet alla til þess að kíkja á hana lista yfir bestu kvikmyndir 21. aldarinnar. Bestu 25. Fyrsta, hvað er þetta? Aldarfjórðung. 21. Einmitt, það er slætt eftir. Já, þetta er mjög verið með að útskýra það einmitt. Ég var að hugsa allan tíma hvort ég ætti að segja akkur voru við ekki, akkur var ekki talað á okkur. Svo gerði það bara. Já. Og var það ekki bara alltaf lega? Jú, enda sko knýjandi spurning. Einmitt, og ég menn, þetta er náttúrulega podcast. Ég menn, þetta er ekki, við megum hafa gaman.
Er það? Er það ekki? Jú. Ég held það, sko. Ég er alltaf að reyna það. Er það ekki? Þú ert alltaf að slá á puttuna á mér. Já. Herra, við tjóðlega Þetta er áhugaður listi fyrir margvætta sakir, en hérna, ég segi, sko, þú ert alltaf svo mikið Lord of the Rings generation. Mér finnst það alveg full vel í lagt að það séu þarna 2, sko. Hvert einast sinn sem ég horfi á þessa myndir, þá bara hugsa ég bara hvernig gatan gert svona góð myndir. Já, algjörlega. Þannig ég skildi eiginlega bara mjög vel og eiginlega bara illa gert að Two Towers sé ekki þarna líka, sko. Já, meinar, en svo hérna þetta er sennilega blossa hérna upp í gær á gólfinu hérna einhver umræða, menn þú varst veikur heima, þá voru nú einhverjir hérna kollegur okkar að furða sá því að það væri þarna 2. En stóra furðið var svo að Fellowship of the Ring væri ofar en The Return of the King. Í alveg? Já, ok, mér hefur finnst það vera umræðan allan í kringum mig að það sé besta myndin. Fyrsta? Já. Og Return of the King sé svo fárlega góð og bara sé rétt á eftir. Fyrsta sé í rauninni svona eins og meistaraverki eitthvað neginn. Svo sé númer 3 alveg fárlega góð og svo sé númer 2 svona síst, sko. En svona í niðurstaðan hérna var eiginlega að það sé kannski meiri, sko, einmitt persónusköpun og eitthvað þannig í gangi í fyrstu, en náttúrulega Hilmir snýr heiminn náttúrulega agalegt spektakúl, sko. Það var rosalega stór mynd og var það að segja þetta algjörlega ruglaður, klikkaðar, sko. Og bara þegar herrarnir hérna ríða hérna niður á orkana, sko. Jesus Christ. Þú veist, það er ekki annað hægt en að fá. En þetta er áhugaður listi og hérna gaman að henda 2 tónum í svona frettamanna spectacle. Já, nákvæmlega. Ég er ekki eins og búin að sjá Mulholland Drive, sko. Nei, þú getur alveg gert það einhvern veginn, en við vorum nú sér þátt hérna David Lynch þegar hann kvaddi þessa vít, sko, og þá kom náttúrulega alveg fram að þú ert náttúrulega ekkert mikill kannski Lynch maður eða ekkert búin að skóla þig í þeim fræðum, sko. Nei, ekki mikið. Nei, ekki mikið. Ég er ekki viss að Mulholland Drive sé þá endilega, sko, góður upphafspunktur, sko, hún er náttúrulega, en hún er alveg fáránlega góð. Hún er alveg fáránlega góð. Já, og hérna ég gladdist mjög að þó að þetta sé kannski svolítið basic, þá gladdist ég mjög að sjá hana og Lynch í fyrsta sætinu, hérna, það gerir þetta samfærandi fyrir mér, sko. Já, algjörlega. Þetta er eiginlega frábær listi. Ég er spöðið bara að horfa bara á alla myndinar á honum. Já, gerðu það. Gera það bara, er það ekki? Jú, takk fyrir bara 25 ár. Ég bara 25 ár í þetta. Þú mátt ekki vanrækja, sko, streymið. Við erum á streymisvaktinni. Já, við erum náttúrulega á streymisvaktinni, en við erum nú með prógram í dag, samt, óháðu sem lista. Já, jú, erum við ekki alltaf með. Við erum alltaf með prógram. Jú, en hérna við ætlum að það heyrist á mér að það ekki, ég er smá það heyrist langa leiðir að þú ert að stíga upp úr veikindum, sko. Já, þetta er hérna þú ert svona jaðrar við að vera rattlaus eiginlega. Er það? Já, nei, þetta er svona betra en í morgun. Ég lendi í þessum helgina, ég var á fyrstu bylgjuvattinu minni, lesa fréttir á bylgjuna. Laugardagurinn gekk vel, þegar þá var röddin mín svona cirka svona. En hún var aðeins svona dýpri, þannig að það kom mjög vel út. Já, ok. En sunnudagurinn, ég var alveg rattlaus og að lesa 10 fréttir á mótninum á bylgjunum á sundeginum. Þetta er mögulega að vestranum komið fyrir mig, sko. Þetta var hræðilegt, sko, af því að ég að beita mig svo hörðulega, beita röddinni og þetta var hræðilegt. Þú er sannlega verið að krækja í hérna þessa nasty pest, sko. Þessi sem ég fekk síðast var vond, sko, en ég man eftir að fengið einhvern mann á síðustu missurum svona bara pest, sko. En ég var rattlaus held í hálfan mánuð, sko. Þannig að þú getur alveg búið undir það versta. Galið, sko. Galið. Heyrðu, já, hérna við höfum alltaf talað mikið hérna að Apexin hans Balta væri yfirvofandi á Netflix. Nákvæmlega. Erum við ekki bara búin að vera í viku? Hún er nýmætt. Droppa síðasta föstudag. Þannig að við svona vorum að hita þessu upp í síðasta þætti. Þetta er myndin sem að, sko, Balti sagði okkur að hann væri að fara að gera síðast en að koma í. Nei, ég held ekki. Var það ekki þannig? Nei, við vorum að tala að þá var hann hérna búin að var búin að festa Jason Statham í einhverja mynd, sko. Já, það var Jason Statham. Og rættum eitthvað meira. Ég held að þetta hefur bara komið upp einhvern veginn óvænt, sko, í mildtíðin alveg rétt að hérna, Apexið það farið fram fyrir röð, sko. Alveg rétt, sko. En þessi mynd er náttúrulega búin að vera
svolítið mikið í svona lífsfréttunum ég bara síðast lið ár þetta náttúrulega hann þarna með Charlize Theron og Taron Egerton Já, ég get aldrei munna hvað hann heitir Nei, ekki heldur, bara fyrirmunna sko. Og hann átti að kalla hann bara Elton John Já, en hann átti einhvern veginn að vera algjör stjarna eftir Kingsman minnar Já En síðan einhvern veginn gerðist það ekki sko. Nei Hann svona smá í þessum Netflix myndum bara Já, líka sko, ég veit ekki ég sá mynd með honum nýlega sem heitir held ég She Rides Shotgun svona indíleg svona mjög fór ekkert fyrir henn sko en rosalega góð mynd og svona þung og hann mjög góður, það leikur hann svona krimma sem nýlega svo fangelsi og fyrir að leita dóttur sinni sem hann ekki verið í sambandi við og þá búið að myrða held ég mömmun og þetta verður aðalur retningaleikur og hann þekkir hann að sár lítið en stúsast í því sem þetta bjarga lífið dóttur sinna sko. Æsilegur retningaleikur, svona road movie sko. Og hann var mjög góður þar sko en hann þannig leikar allavega þegar ég sé hann þá tengi ég hvorki við Elton John eða Kingsman sko. Hann var svolítið fastur í þessum hasamyndum hann var líki Carry On Já, Jóla Die Hard myndin á Netflix Flugvalla Die Hard myndin á Netflix Nákvæmlega hún En Charlize Theron náttúrulega legend og hún nafn hennar þá bætist á við þennan langa lista stjarna og stórleikara sem hafa leikið undir stjórn Balta ég taldi nú eitthvað upp þarna í þætti 50 það var gríðarlega impressífur listi sko. Einmitt, mann ekki rétt að Charlize Theron var eitthvað að tjá sig Jó, hún var að tala sko að Balti hefði verið rosalega það var bara spartnarskur ægi á þeim og hann ég lagði á hana töluverðar raunir þegar hún að leika Sössju sem þarf að glíma við bæði náttúruöflin og blíð í Ástralíu og svo að vera með morðaðan brjálæðing á hælunum sem þessi Egerton, heitir hann ekki Egerton leikur. Já, einmitt sko, ég svo ánægði með að mikið var að skrifa þessa mynd sko bara 19. júlí 2024 á Vísi, Máni Snær Þorláksson vinnu þáttarins skrifar við það að lenda Theron og Balta og þá einmitt að vísa til stúdíósins eða það að segja Netflix þannig að þetta búið að vera lengi bígerð þessi mynd Já, það tekur alltaf svolítið langan tíma að búa til bíó það það sem að mér finnst alltaf svona mest creepy við það sko það gríðarlega vinna og tím og þolinmæði sem að fer í Við erum báði búin að sjá hana Eru aldrei þessu vant, já, erum við báði búin að sjá hana Apex Við náttúrulega þurftum að gera það og hún náttúrulega eðlilega var fljóta og toppinn yfir mest streymdu bíómyndirnar á Netflix hér á Íslandi eðlilega, allir sem ekki flestir búin að sjá hana og við séum bara ánægja að vera nokkuð almenn sko hjá svona þessum afreits glápurum bara það sem maður sér bara þú veist á Facebook En að fá góða dóma Nei, ég ekki að tala dóma, ég bara tala þú veist þegar Pétur og Páll bara á bólurinn að tjá sig bara á Facebook svona, sko. Já, alveg reyka gott svo Mér finnst þetta vera svo lit skemmtun Já Þetta er góður hasar í þessari mynd og leiðum fer af staði það er svona löng forsaða sem að ég reynda sko bara mér fínt að persónu sem ég gefið svona gaumur þú veist, það var eitthvað svona vikt þetta bara hýspuslaust Jú svona með og ánspilla Fólk ánúið að fara að venjast í að það er að hlusta á okkur að við tölum bara út frá því að allir vitum hvað er verið að tala Þannig eru allavega myndi byrja bara Charlize Theron og Erik Bana Já, Erik Bana var hann leikur eiginmann hennar þau hann í þvílíku klettaklifri ég reyndi að vera að taka fram að þessi mynd ekkit eðlilega óþægileg fyrir loftræta sko Nei, það var alveg hræðilegt það svona svimandi skot sko. mjög bara og þetta dæmi það sem að þau að klífa upp hann eitthvað rosalegt fjall í Noregi eitthvað djöfla eitthvað leðilegt að það var ekki Íslandi maður
hann er Já, líklega ekki mér svona fannst ég er bara svolítið gaman að því sko. Þetta var ofbúslega tilkomið mikið landslag og flott fjall og allt það Já, að því að ég hef náttúrulega alltaf sagt þetta ég skil ekki þetta grobb mærðar hjal í Íslendingum að þetta sé svo agalega fallegt land og einstök náttúru og ble þú getur farið út allan heim og þú getur alveg fundið alltaf einhverja náttúru sem er alveg stunning sko. Það er ekkert Grand Canyon hérna til dæmis nei, það er þetta rétt sko ég hef séð það er unbelievable Já, unbelievable dæmi nei, hann að það hérna, ég held að þetta kannski hefur slegið eitthvað á hérna hennan Ísland er best fallegast og magnaðast hróka í fólki en já, þetta er hún sem sagt hún er svona adrenalín fíkill í svona, hvað er þetta, jaðarsportum ekstrímsport og þau eru þarna að príla, klifra þarna upp þetta þvernýfta mjög svo eitthvað ógnvænlega fjall í Noregi og Erik Bana, kallinnar, hann er greinilega the man sko, hann er svona eins og hann sé reynsluboltinn sko, hún sé svona svolítið elda sko en hann er eitthvað líka, já og líka hann náttúrulega er svona greinilega skynsamur og svona lítið fyrir að taka sjensa en svo er hann að brjála veður og eitthvað og hún vil endilega halda eitthvað áfram og þetta endar náttúrulega með slísi og ósköpum og ég meina það er bara hann deyr en sko, mín pæling er þetta almennt það sem að klifrarar sem er að klifra svona fárana hátt gera að tjalda utan á fjallina ég hef aldrei séð þetta áður en það var líka alveg bara hvað hangir tjaldi bara ég okay, aldrei séð þetta áður og er þetta svona ég veit það ekki, hvað spyrir mig ég er náttúrulega bara, ég er alltaf bara hrist bara hausinn, af hverju myndi einhver gera ég var svo loftrættur að horfa þetta og svitnaði svo mikið í lófana líka sko, mér leið svo illa þegar það var líka alltaf að vera í að því að það væri eitthvað hræðilegt að fara að gerast Já, það er náttúrulega alveg meir en lág í loftinu nei, kemur á Henry Birgir Gunnarsson, hann mætir alltaf Henry er alltaf að passa ljósi já, passa suðið Jesus Christ Henry Birgir er farin út já, þetta er hérna já, nei, ég er líka skil alltaf ekki svona sport menna, af hverju ætti maður að nenna þessu, þú veist, það var engin gullpottur þarna upp á toppnum, þú veist, þetta er ekki fyrir neitt já, þetta er tilgangslegt já, ég þekki nú nokkra sem eru svona klifrar sko já. Og þetta er mjög gaman ég skil alveg konseptið en sko, þetta tjalda verðum að googla þetta já eða spyrja gerfugreindina nei, ég tala ekki fyrir gerfugreindina nei, ég er náttúrulega bara hérna, ég veit ekki, ég myndi ekki sofa sko í sekundu ef ég væri sofandi í tjaldi sem að hangir utan á hérna, eitthvað svona fjalli ok bara galið þú veist, þetta er agalegt útvarp þegar þú ert að tala við chat GPT nei, sko, en málega er að þetta er eitthvað sem fólk gerir sko. já, það hlýtur að vera, ég meina Balti og handriðsöfundurinn var ekki eitthvað að búa þetta til þess að hérna Portalage, jeez nei, en þetta er alveg, svo er þetta bara svona mjög svona klassísk svona mynd, svona óbyggða hasar þetta er gert í Yosemite í Bandaríkjunum og í Ölpunum líka já, frábært okay. en allavega okkar kona, hún fyrir Ástralíu eftir þetta já, hún er semst, já, fyrir ein og ætlar nú, hún var hægt að klifra eftir þetta og ætlar hún ekki að fara á kajak bara niður eitthvað brjálaða á eitthvað hún er að gera eitthvað svona, hún er að vinna úr áfallinu með þetta er æskuslóður hans já, einmitt þess vegna fer hún, hann er náttúrulega Aussie hann á Aussie hún er náttúrulega valla komin fyrir að það komi einhverjur hillbillies og fara áreitana svona svo deliverance feelingur þar sko og þá kemur hérna bara hinn vænsti maður og hérna segir hillbilljónum að drulla sér og er bara mjög næs en reynist trú vera allt annað næs það er sem sagt Taron Egerton sem leikur hennan Ben mér fannst það algjör hápunktur í myndinni bara þegar þetta tvist kemur, þetta er eftir svona cirka 30 mínútur á myndinni já, þegar hann fer að eldan já, stígur fram sem vondurinn já. Mér fannst það geðvögt mér fannst það, þetta kom mér á óvart sko. Ég var ekki búin að búast þessu, ég var ekki búin að kynna mér neitt hvað þessi mynd væri nei, vissir ekki eins og hann væri vondi nei, ég var ekkert búin að spæða ég held að þau væri eitthvað saman að lifa af og það verið einhver aðrir að elda þau þetta væri alveg bara nákvæmlega eins og Deliverance bara. Það er bara nákvæmlega eins og Deliverance og hérna, svo bara dropa trapand
Nasty Boy Já, það var sterkur leikur geðvikt, Já, hann hlýtur að vera okkar maður hafi tekið ákvörðan annað já þetta er ekki, Bet your ass, jú af því að þetta er náttúrulega þú veist, þannig er handritin náttúrulega að skrifa einhverjum öðrum og Balti er að, þú veist, að taka þú veist, ganga inn í þetta verkefni Já, hvað hann hefur skrifað hann ekki Strangers eða eitthvað þessi handritshöfundur, hann hefur skrifað eitthvað svona eitthvað svona hrylling sko já og nei, og þetta er náttúrulega ekki verið að finna fjólið þarna nei. og ekkert verið að reyna það heldur. Það finnst það nú alveg kannski mjög góðu kostur að þetta er bara þetta er svona mynd, horfið bara á hana og þetta er mynd sem að veit hvað hún er og reynir ekkert að vera neitt annað einmitt fátt sem fyrir töðunar á meðan þeirra myndir er einhvern veginn halda þær séu eitthvað allt annað en þær eru reyna að predika eitthvað sko. Og þau leika hérna náttúrulega mjög vel og allt er þetta náttúrulega búslega svona vel gert sko, við höfum nú talað um það að Balti er svona hann er svona handverksmaður sko, það er allt þetta er og náttúrulega kvikmyndatakan og mörg skotarnir eru alveg klikkuð sko Já og þetta er náttúrulega í þannig líka einhvern veginn sko þetta svæði í Ástralíu sko, þetta er náttúrulega ruggla fallegt svæði hvernig, þú veist, svo bara fannst mér þetta helviti góð skemmtina þegar þau fara einhvern veginn svo að þau þurfa að vinna saman þá samt svolítið eiginlega sko misti ég þráðinn sko, nei ég skildi ekki alveg hvað, af hverju, hvað en jú, svo náttúrulega þetta var svona kannski þvingað samstarf og svona í ákveðnu ógnar jafnvægi hún losaði sig samt við hann fyrr heldur ég veist sko ég held að myndi einhvern veginn svona, veist, taka hann aðeins lengra með sér upp eða eitthvað en Gísli Ásgeirsson þýðandi, hann horfði á myndina eins og margir og hann setti færsla á Facebook hann nota nú hashtaggi smáborgari horfir á sjónvarp þegar hann er að tjá sig svona og hann sko segir í sinni færslu sko að unnendur stórbrotina náttúru fá nóg að sjá enda kemur færni leikstjórans þar vel í ljós hann er góður verkstjóri þetta svolítið svona kjarna þetta sko algjörlega, ég meina þú veist og líka bara væntanlega hvernig sko vinslan þú veist, þetta eru væntanlega erfiðar aðstæðarna einhvers þar út í buska í Ástralíu skilur, og svo þarf einhvern veginn að skýla þessu öllu og líka bara þessar fljóta senu sko í fljótinu sko, þú veist væntanlega erfitt að taka þetta upp sko væntanlega síðan þegar þú voru hann í hellinum sko Já, það er sko, það einmitt að þetta er náttúrulega svona, þú veist, þetta er náttúrulega eins og segið, þetta er svolítið svona dæmigerð, svona óbyggða hasar sko, mér finnst líka allir náttúrulega þetta svímandi byrjunaratrið þar sem eitthvað annað með sko, það myndi náttúrulega svolítið á cliffhanger með Stallone sem að náttúrulega sko byrjar á svona bara nervrekking svona hálofta slysasenu sko og svo náttúrulega þarf eftirlífandinn sem þá ímið Stallone eða Charlize Theron vinna úr áfallinu með því að lenda í klónum á einhverjum illmennum en og náttúrulega allt mjög kunnlega svona líka ríðast líka fyrir með mynd sem heitir River Wild þar sem að Meryl Streep mamma fari eitthvað svona rafting niður eitthvað fljót með fjölskyldinu og dúkkar þá Kevin Bacon með einhverja skurka og agalega vondur sko fín mynd sko þannig að þetta er allt kunnulegt en og þetta er svona svo mér fannst þessi mynd vera sko svona, þetta er svona bara runa af svona bara tilvísunum háspennu hasaratriðum sko veist, hendum okkur aðeins í ána og lendum aðeins í hasar þar sko lendum aðeins í þessu og líka bógin var svo sko, þetta var lang uppáhaldsatriðið mitt sko þegar næsti bói allt einu komin I'm gonna give it to you end of the song eitthvað þú veist þetta var minn ástalgir heimur, ekki mjög góður og og svo hann að spila, hann að dansa einhvern veginn með læginu, sko, ég bara loved it sko. og svo náttúrulega daðrar þetta svolítið líka við hrylling og einmitt að þau koma að fara heim til hans Ben innan gæsalappa, þá lyftist nú að með brúni, sko, bara ok, býttur við bara fara í bara horror, sko og ég hefði viljað að mínu vegna mátt velja lengur við það sko
en þá þurfti að vinda sér í næsta mál eða næstu senu sko. Já, næstu á. Já, en það var góður horrorfílingur þarna í millikaflanum. Svo var annað uppáhaldsatriði sko þegar við erum að hífa sig upp og hann fótbrotinn sko. Já. Hún búin að samfæra hann að ég, heyrðu, ef ég á Bjargaðir sko, þú verður við erum að vinna þetta saman einhvern veginn. Þegar hann segir, we're a great team, you and I. Bara, við erum frábært lið. Maður bara, já, ég veit, þú vil ertu stiflindur sko. Já, þetta var náttúrulega brjálaði bilaði maður, sko. En og náttúrulega svona, já, eitthvað skildur Norman Bates, það voru mömmu komplexar og í samtölum kom nú fram að eins og hjá í mörgum raðmóringum í bíó þá var mamma fyrsta killið, sko. Shit, sko, einmitt. En já, þetta var alveg fínt og þetta svona hinn fullkona spennumynd, þú veist, til þess að horfa á föstudags lögataskvöldi, sko. Já, það ekki það? Jú, og náttúrulega á svona Netflix standard þá var hún vel yfir meðalagi það var best að spyrja því að þú náttúrulega ert svo flinkur að láta Netflix módelin fara í taugarnar að þér sko. Já, ég meina þetta bara einhvern veginn, eins og ég segi þetta er svo mynd sem maður bara veit hvað hún og þannig er bara stórleikana mættir. Mín helsta gagnið að þú veist, mér hefði fundist sko í handritunum, mér hefði fundist svona bara mátt fara fyrir af stað sko en þetta er kannski bara þessi streymisveitu öll sem við búum á að hann í byrjun þú veist, á fjallinu og svona þetta var svona þetta tók á hvern tíma fannst mér að droppa inn í þetta og svo er hún að koma sér fyrir í hérna Ástralíu þú veist, er í þessari búð og allt þetta þú veist, actionin byrja ekki fyrir 30 mínútur sko. Já, sem af 90 mínútum er kannski svolítið stór tjönk einmitt Já. Þannig ég hef jafnvel bara, þú veist, hitt eða maður taka svona korter Já. Þú veist, ég hef bara látið actioni en það er náttúrulega að snýra 100 sko. Já, væntalega en svona heilt yfir sko, þá skrifa hann eitthvað þá vísi að sko Empire gefur þessari mynd 4 stjörnur nú nokkuð gott. Já, mjög gott. Og ég held hún hafi sko verið í 69 til 71% var rotten hérna fyrsta sólarhringin og komin í 64 núna. Já, ok. Og sem er nú samt ég hef alveg ekkert að vera hissa þó að hefur meira dropp sko. Þetta, og það er alveg fullt af gagnrýnendur sem eru ekki kátir sko. Já. Hver er svona helsta gagnrýni? Manstu það svona sem er Nei, ekki bara svona það er náttúrulega eitthvað svona taktin sko, þetta svona sé ekki alveg kannski það sem að allir sé ekki eitthvað eins og andar sem ég var að segja, þetta er svona bara stokki úr einu spennuatriði í annað sko en og svona kannski svona mátt kokka handrið aðeins Já, væntanlega sko en þetta er náttúrulega þetta er 90 mínútur sem að er náttúrulega upp á lengdum mér á bíómyndum, ég þoli ekki þegar að vera að halda mér mjög lengi sko. En hvers vegna er hann ekki stærri leikarinn? Hann Egerton ég kann engin svör við því sko. Þegar þú veist eins og þegar hann var í Kingsman voru þetta ekki mjög vinsæla myndir eða var það kannski bara í kringum mig? Jú, nei Þú ert svo solid sko Jú, ég meina það voru alveg fínar og náttúrulega vel mannaðar, það var ekki bara hann en ég meina þetta voru bara svona spennumyndir sko en ég veit ekki hvort að en minn, það var náttúrulega að gera hvað voru ekki 2 og svo prequel er ekki 3. myndin og forleikur eitthvað alveg skemmtilega sko en ég meina svo náttúrulega þótt hann náttúrulega frábær Elton John í Rocket hann getur ímislegt svo náttúrulega hann massa sér helvíti vel upp náttúrulega það er svolítið gaman að fara úr ofan í Apex sko, alveg Fræða sólin, hún er ekki beint að rísa sko. Nei, ég veit ekki hvað það er sko. Ég veit ekki heldur En hvað er, býtum við náttúrulega margóft rætt þetta, er þá balti núna er það Jason sem er Nei, ég veit það ekki ég reyndi nú að ná í hann hefur ekki svarað sko. En Lovisa stallsýstur okkar á Vísi, hún var að tala við konu held ég í síðustu viku sem held ég hafi verið förðunarfræðingur og make-up artisti og hún var þá á leiðinni til Ástralíu að vinna með balta þannig að það er sem sé þá ennþá í Ástralíu en ég veit ekki hvað hann er að gera ég er bara verið að játa það mig Einn daginn, þá kemur hann aftur þá fáum hann aftur það er bara já.
Það bara þannig. En svo sko hvað hann hún gert sko, hann náttúrulega var á framlítið Kötlu þættina það var Netflix King Conquer líka. það var ekki Netflix samt. Nei, það var það var BBC og BBC, já. Já, nei, ég bara velta fyrir mig sko þegar svo sko þegar Two Guns sem hann gerði með Denzel og Mark Wahlberg og þegar hún datt inn á Netflix þá var hún gríðalega vinsæl þar sko skrifaði frétt það á Fréttablaðið þannig að það nú komin einhver ár síðan það var en hún sem sagt alveg komið til ára sinna en tikkaði vel á Netflix og svo kemur þessi og ég sko við tölum þetta þegar hann var hjá okkur þætti 50 að ég spurði nú þetta því hann náttúrulega búin að byggja svona orðspor að hann skili myndum á réttum tíma og á budgeti sko Það er náttúrulega rosalegt. Já, en ég svo bara, Netflix lítur bara elskan, sko. Þannig að ég kemur ekkert óvart á að hann nú fenginn til fleiri verkefna þar, sko. Einmitt, nákvæmlega. Það er náttúrulega alvöru fagmennska að ná þessu. Já, samt, þú heyrir eiginlega aldrei fréttir af bíómyndum öðru sinna að það farið langt yfir budget og það komið á seint, sko. Já. Þetta er náttúrulega íslenska vertíðar held ég mentaliteti sko, sem er til útflutnings sko. Já. Balta að flytja þetta út. Já, ég meina náttúrulega kannski eftir samt ekkert að fara á hátt með þetta við náttúrulega erum svo löt og erum farin að flytja inn þræla til þess að vinna fyrir okkur en þetta er Íslendinga náttúrulega genetist bara hannaðir þrælar sko bara skemmskota kveikingin á perinu sko. Þetta vertíðar hugafar einmitt. Já, ósérlítni mikið að gerast á einhver tíma Þetta er náttúrulega samt að eldast af okkur sko ég var alltaf var ég ekki vild svona 12-13 tíma á dag á Fréttablaðinu og fekk borga fyrir 8 bara ef ég sita aðeins lengur í sætinu mínu hér þá bara kemur fólk bara að byrja hvað er að gera þetta ákveður ekki farin og ég bara finnst þetta ekki betri vinnustaðmenninga? Já, allt annað en það er rosalega erfitt fyrir svona gamlan Gen X hund einhvern veginn bara þetta er kultúrsjokk, getum lýst í þannig en mjög gott sko. Mér finnst mitt svona vinnu mentalitet vera work hard, play hard ég vinn eins og an ass á milli 9-5 eða 9-7 whatever en svo þegar ég ágæður að vinna þá er ég helst til að vera bara ekki að vinna sko. Halda þessu balans sko. Það er svo mikilvægt heldur þessi áhlustanlegt á mig með þess að rödda hefði ég gætt að koma með hana Jú, algjörlega sko ég held að sé allir lagi en er þetta óþægilegt það finnur til Nei, ég nefnilega núna er ég að stíga upp sko það eru margir sem eru búin að vera hvað er allus en sko bara eins og helgina sko bara þessir greið hlustendur bylgjunar á sundinu og reyndur eitthvað þetta var nýja eftir skotar svona á kvöldurinn með kvita sko. Það var það bara hvaða grín var það? Galið sko Þetta er galið. Var þetta eitthvað sviðsett? Nei, alls ekki sviðsett sko. En orðaðan er bara, þú veist, það er svo mikil heift þarna. Já. Það er orðið bara einhvern veginn, það er allir orðinir réttreipir þegar það er enginn að tala saman lengur og allir sem eru sammála eru bara í eigin búblum og samfélagsmiðlum og þú veist. Ég sá náttúrulega bara einhverja myndir frá sér svo náttúrulega maður hættur, náttúrulega maður trúir engu. Þú trúir ekki því sem þú sérð. Þú getur ekki láta eftir í lengur að trúa neinu en það var einn svona mjög töff mynd það voru svona 3 lífverðir eða svona einhver agents svona ein gælla með svona hárið í hnút sko og svo 2 gaurar og í jakkafötunum og þetta voru bara svona pósunar eins og í bíó sko með puttan ekki alveg á gikknum sko og þetta voru pósunar sko ég fann, ok og mér varst þau nú bera sér betur heldur en mann ekki ég nefndi þarna þegar vorum að tala Melaníu þarna þeir voru svo agalega eitthvað þumbarlegir lífverðirnir sem var með þarna í byrjun þeirra mynda sko við hefum geta verið meira samfærandi já, koma hérna og svo var hérna held ég mynd það sem að sást sko lífverðir voru sem sagt að drösla hérna Kennedy fábjánunum Robert Kennedy já, heilbrigðis ráðherra eða eitthvað Jú. Já, það voru þeir sem að koma honum í skjól en svo var konan hans hún var svona ein bara á háa hælunum bara sitting duck að skaklappast á eftir sko. Shit, sko. Já, einmitt
Nei, svo sko þessi árásamaður, ég veit nú svo sem ekkert hann, en svo þá strax komið út á samfélagsmiðlunum eitthvað að þetta væri sem sagt aðstofamaður Stephen King, personal assistant sko, og konas var líka að vinna hjá Stephen King og ég veit ekki betur en þetta sé tótal kjaftaði, en King náttúrulega sko mjög hávær og hvass í gagnrýni sinni á Trump sko. Þá var bara eitthvað í teknir sem að ekki vel við forsetan Ég held að þetta sé ekki rétt sko. Nei, þetta bara steinst ekki enga skoðu Mikið af falsfréttum út allt Já. Þetta er rosalegt sko. Það er galið sko. Þetta er gali sko. Þannig að já, Apex Ég er allavega mjög spenntið fyrir næsta verkefni Já, balta sko. Þótt þú veitir ekkert hvað það er Nei, og ég veit ekki hvað er sko, sem er alveg, sem er mjög tölur þeirra sko. svo, Ég vil fá hann aftur í íslenska efni sko. Sakna þess alltaf Já, það var, þú veist, svo Gussi minn sko, er hann langar í nammi og segja sko við fórum í búðuköpa nammi og ég svo, hvað? Mér langar í eitthvað sem ég veit ekki hvað er Sammála I know it when I see Ég it tengi, bara, ég tengi svo mikið sko. Ég tengi ekki eðla mikið sko. Já, nei, einmitt þetta er íslenska einmitt það var, manna núna þegar þú segir þetta það var einmitt einhver útlendi gagnrýnandinn sem að tala sko að Balti færa á svona sveiflast á milli svona lítillega minni svona arti íslenskra mynda sem væri miklu betri heldur en svo það sem hann er að gera þegar hann er með Hollywood peningana sko veit ekki, bara En maður þetta er Beast sem að Balti gerir Já, sáum við hann ekki Við sáum hana saman, Idris Elba Já Mér fannst það bara mjög skemmtileg mynd til dæmis, með ljónið sem var einhvern veginn Já, svona risaljón í vondurskapi Já og það er mitt já, og Idris Elba náttúrulega er magnaður og ég tók viðtal við Balta það hafi verið fréttablaði þeir náðu mjög vel saman sko Idris Elba og Balti og mér gaman að tala við Balta gerð þeirra myndar náttúrulega í svörtustu Afríku sko og ljónið samt, það var náttúrulega CGI sko og það var svolítið mikið CGI þar sko og það sá líka einmitt í einhverjum dómi núna Apex, það var hrósunum fyrir sko hvað CGI er notað sko svona sparlega og mjög vel sko það einhvern veginn æpir ekki á þig þú veist, hei, ég er brella sko sem betur fyrir, það er rosalega góð þrún sko, þetta sé þannig Þetta er þá svona Þetta er svona, þetta er yfirferð Ef einhver með íslenskt ríkisfangur ekki búin að fara á Netflix og horfa á Apex þá þarf að drífi því Já, 100% Venlega byrjum nú þættina venlega ekki á viðtölum Nei, það er heldur það að það sem við erum búin að horfa á Staðan er náttúrulega mjög svipið á mér Invincible kláraðist í síðustu viku Svo er ég búin að vera í sveikindafrí þannig ég náða að komast á alla sama stað allir aðrir í Daredevil Já, Born Again Já, ok, hvað viltu segja? Og bara, ég minnst þetta allt í lagi þetta er ekki alveg þetta er ákveðið drama og ég er mjög hrifun af þessu og þetta er bara Kingpin versus Daredevil þetta er geðvögt þetta er að maður fær það sem maður vill sko. En hafandi einhvern veginn verið að horfa Invincible sem er bara einhvern veginn bara best sjónvarp sem hefur komið út bara síðustu ár þá er maður með smá háastandard og það getur líka verið að ég sé sko bæjast í hina áttina sko, ég veit ekki veist að sko Daredevil er næst fyrsta uppáhaldsróðurhetjan mín sko Iron Man anfyrstu sko, þegar ég krakki sko veist, það var það sem að pítsustæðurinn Páls Óskars er á Hagamælum þá var þar bókabúð Úlfarsfell sko að bókabúð það? Já, okay. Og ég bjó í blokkinni við og þá voru þá fór maður alltaf að keypti hasarblöð í bókabúðinni sko og þar kynntist ég Iron Man fannst æðislegu sko lengur en ég vissi að Tony Stark væri alkoholistu og við ættum ýmislegt sameiginlegt sko og svo rampaði ég á Daredevil það líka og hann sagði þetta er svona þetta eru rúmlega 40 ára samfylgd sko alltaf fílað Daredevil sko, þannig að mér þykir mjög vænt
þennan gæja sko Já, var brjálaður þegar Ben Affleck myndin kom ég fór einmitt í bíó með mömmu og hana þegar ég var lítill greið mamma, það sem hún þurfti að þóla á þeirri mynd að þurfti að horfa á þá mynd en þess vegna einmitt mér svo frábært að það sé verið að taka Netflix hetjurnar aftur inn, og Jessica Jones hann mæti aftur en hún er algjörlega bara ekki nýtt í þessari seríu sko. það galið sko. það alltaf meira eftir, það bara konið 6 að hvað, 10 eitthvað nei, þetta bara 8 þetta er 8, þannig að næst síðasti þátturinn droppaði á já, ég veist að sjá hann ég er ekki búin með hann heldur þetta lítur nú að vera sér þáttur eða hvað já, kannski og svo náttúrulega þá eigum við líka eftir síðasta þátt The Boys droppaði líka í gær já, ég horfði á hann sko, smá svona filler þáttur nú er komið að fillernum en neini, samt ekki það eru hvað, 3 eða 4 eftir því þeir eru 10 held ég en við verðum að taka sér af því að það er svo sérstakt þá höfum við upp á manninu sem fann upp The Boys Tómas, er hann Arnar Tómas, hvað góður Arnar, það er svo langt sem ég sé það, ég man ekki hvað hann heitir lengur sko. og ég líka því að það er einhver millikabli þannig að ég fór að kíkja á Apple TV á sem sagt, hvað Monarch, Godzilla þættina Monarch, hvað Legacy of Monsters við Arnar Tómas vorum að tala fyrir sérina einhvern tímann það er nú komin einhver ár síðan og það var að síðasti þátturinn í nýju sérinu hann droppar á morgun og frídegi komunista og þetta er aftur árið gaman sko, ég er á fastur ég byrjaði sko að horfa á fyrsta þátturinn bara mundi ekki neitt maður getur ekki beðið í 1 til 2 ár sko milli sería sko þetta rugglar mann ekki það er bara í reist en er ekki alltaf jú, það er sama jafnvel með upprýfunni þá var ég lengur nær en svo beitti ég með hörðu komst inn í miðjan annan þátt og þá eiginlega er ég komin í bara bindsfílingin sko og sjálfsagt væri ég ekki að horfa á þetta eða væri ekki feðgarnir sko Kurt og Wyatt Russell ég hef alltaf verið Kurt maður sko en núna er eiginlega meiri Wyatt fan sko hann er ótrúlega skemmtilegur í þessu hlutverki maður þarf að horfa á þetta ekki þetta er gaman sko Godzilla og King Kong í brjáluðskapi og svona sko þetta tengist náttúrulega þessu Skull Island krabbi sko einmitt King Kong Hong Kong já, og það er svona held ég að helsta sko, svo náttúrulega bara er ég vandræðilega spenntur fyrir því að komast í bíó og sjá þessa Michael mynd já, gott að einhverju spenntur ok, ég skal gera grein fyrir atkvæðið mínu sko, ég náttúrulega hef aldrei verið Michael Jackson aðdáandi svo komið fram og ég hef tæknilega engan áhuga á þessu manni hvorki fyrir eða eftir hann reyndist vera barnið einhver þetta er svona sami áhugi og ég hafði fyrir Melanie myndinni ég bara svo forvitin að sjá hvaða undarlegu vettlingatökum verið að taka þessa sögu sko. einmitt, af því að það sem er að gerast í þeirri mynd er að gagnrýnendur finnst þetta að vera hrikalegt en áhörundur eru bara finnst það fínt já, líka hún alltaf er þetta kannski eitthvað svona menningarstríðstæmi? Nei, ég held ekki, þetta er bara sko, það er trufluð aðsókn á þessa mynd og hún er með hærri sko aðsóknartölur heldur en hinnar Bohemian Rhapsody, Rocketman og Bob Dylan myndin og eitthvað svona sko en ég held að náttúrulega þeir sem er að fara, þeim er náttúrulega alveg sama hvort að þetta sé eitthvað sögufölsun eða eitthvað brenglu nálgun vilja bara fá sitt dós af hábúntum Michael Jackson já. Og ég hef bara við að sjá trailinu þá hef ég mist eftir tilfengjum þetta væri alveg svona þannig mynd en sko ef þú ætlast til þess að það sé allavega svona eitthvað sannleikskorn í svona ævisögulegu mynd með að gæslappa þá er þetta náttúrulega sennilega ekki boðlegt og mér skilst nú að flókin Carter og hans fortíð sem náttúrulega er miklu betra efni í alvöru bíómynd sko en sko mér skilst allavega að það hafi líka fókið bara endirinn hafi verið klipptur burt alveg sko og það sem ég líka svo forðin að sjá að þetta er Antoine Fuqua sko þetta er leikstjóri sem hefur gert góða myndir og er alvöru gæði sko og svo var eitthvað frétt með daginn að það var farið að kalla hann Antoine
Fuqua því hann leikstýri bara myndinni bara úr van sko, hann bara út í bíl að því að fulltrúar hérna fjölskyldunar og dánabúsins voru alltaf bara þú veist, bara grublandi í allir sko. Þetta bara eins og við höfum talað bara eins og með þessa Netflix heimilda þætti og myndir sem eru bara, þú veist, viðkomandi bara í öllu að taka þátt í öllu ferðum þá verður þetta aldrei neitt, þá verður þetta ekki gott sannleikurinn kemur ekki fram sko. Nei, og ef hann kemur fram þá er hann mjög svona döðhreinsaður sko. Já, það er nefnilega vandamáli sko. En allavega þessi mynd er hittari Michael, enda líka þú veist þetta eins og ég viðurkenni fúslega hann áfyllt á góðum lögum og þau eru grípandi og allt það og ég skil vel að bara það sé leki og aðdáendum sem að bara séu til í þetta sko. En það þarf samt ekki að vera samt í afneitun sko, eða bara alltaf loka augunum fyrir þessu svo líka ekki fyndið, merkilegt að eftir að myndin kom og hann er komin svona mikið umræðina þá er að rigna inn sko kröfum og fleiri ásökunum misnotkun sko og það ef ég skildi rétt þá er eitthvað fólk sem var sko búið að borga hush-money sem er bara mætt núna og við erum hægt við að þegja og bara cough up some more money það er galið Devil Wears Prada 2 þurfum að gera eitthvað að hana það er stórmynd þetta er stórt en af hverju er þetta stórmynd ég man ekki hvort ég sá Devil Wears Prada ég held það hættu nú ef ég hef síðan þá fannst mér hún ekkert merkileg Meryl Streep Meryl Streep ég meina og hana tvenn sem ég horfði á hendur svo áður en við klárum endum með hann þátt ég horfði á Should I Marry a Murderer á Netflix Should I Marry a Murderer gerist í Skotlandi, konu sem að finnur kærasta ægilega ána með hann býr á okkur búndabíl í Skotlandi hún býr í Glasgow sjálf svo segir hann að hann hafi nú einu sinni reynda keyrt á mannesku og hann hafi nú eiginlega ekki látið lögreglega vita og hafi svo eiginlega bara grafið líkið af manninum og hann hafi verið tilkynntur týndur í eitthvað 5 ár Geirfinnur þetta er sem þetta er sem eitthvað þannig Scottish Geirfinnur en ótrúlega áhört þetta er á Netflix, horfðu á þetta er náttúrulega svona true crime er þetta doc og svo var ég að horfa á Neighbours ekki sábóperuna heldur heimildætti á HBO Max svona nágrannærjur og síðasti átturinn í seríunni ég mæli með allir að horfa á hann gaman kall sem býr í San Diego sem elskar að vera í svona spýtó gömlu sundskilunum elskar að stunda líkansrækt sem sagt bara fyrir framan húsitt þannig og hann að fá ákvörður frá nákvæmlega og við erum að tala þetta er sko algjör rússipanna reið sko við erum að tala maðurinn fer ég ætla ekki að segja horfa á hann þátt bara sagði hann hvað að gera ég held að þetta er bara síðast þátturinn í fyrst seríunni Neighbours HBO Max þetta er svo mikið rússipanna reið þessi þáttur tekur ykkur bara two places þannig að horfa á þetta og ég er búinn Þú ert búinn, áhverð þegar þú líst með horfa þarna hún var á Netflix ekki Neighbor from Hell eða eitthvað kettingi sem skaut strákin og þetta hljómar mér áhverð ég ætla að reyna að horfa þetta en eins og ég hef náttúrulega sagt þá er ég náttúrulega verið greindur með nágranna fælni og er bara, ég fæ hroll bara þegar þú ert að lýsa þessu sko, nágrannar eru náttúrulega bara eitt af skelfilegasta fyrirbæri sem að gengur laust sko þannig að þetta er áhugavert og þess að búið að gera heila seríu nágranna bara nágranna þetta er allt í Bandaríkjunum, þetta er allt svona klikkalið þetta er allt svona, það var eitt sem stofnaði bara bóndabíli býr í ykkur einbýlishúsi bara heyrðu, ég ætla bara að vera með bóndabíli það bara með bara allt inn komið kindur og hesta og svín og tala og nágrannar eitthvað gamalmenni sem að þú veist þeir eru með sundlu út í garði og bara þetta er draumurinn okkar, hann er eiginlega drauminn og fastegna verður á leiðinni niður og hann er rúst öllu fyrir okkur þetta er unbelievable TV sko. Þetta er smá svona Jerry Springer eitthvað neginn stemmingi í þessu sko Eru þau þá að segja þetta gott? En það ekki, við erum 3% líkur á þessu þáttu fara ekki í lofti. Já, við hefum alltaf verið með að geta þess að í fátinu í dag þá glemdi ég minniskortunum heima og ég líka glemdi minniskorti, ég hef ekki að koma með. Þannig að við erum með krappi minniskort sem að tók okkur tæplega 100 þætti að koma að staði að virkuð ekki alveg að 100%. Við höfum mist þætti. Mist 3 þætti af 100. Meðal annars með Byrninga Rapsinni. Já, legendary ára. Legendary þáttur.
Heyrðu, en þannig að ef þið heyrið þetta þá virkaði kortið sem að ég keypti hérna í næstu búð. Og ef þið heyrið þetta ekki þá var þessi þáttur bara til einskis. Það mistuðu líka bara rosalega miklu. Já. Heilu símaviðtali og En þetta mannskot. ef þið skildu heyra þetta þá minnum við á Tófólk. Kíkja Já. Tófólk á Facebook, allir velkomnir, öll velkomin. Já, algjörlega. Og þar til næst, það verður Michael eða Devils Wear Prada eða Daredevil. Já, Eða kannski allt. Já. Og hérna, já, en við erum þá bara eins og góðir verkamenn að fara í frí á morgun. Öregar allra landa, saminist. Einmitt.